Akureyri blómlegt íþróttalíf og stendur bæjarbúum til boða að leggja stund á allflestar íþróttir sem iðkaðar eru á landinu. Það því setið hvern lausan tíma í íþróttahúsum bæjarins. Ég settist niður með Geir Kristni Aðalsteinssyni, formanni IBA, og ræddi við hann málefni íþróttana hér á Akureyri. Íþróttabandalag Akureyrar, IBA, héraðssamband íþróttafélaga á Akureyri og hefur meðal annars það hlutverk að annast samstarf íþróttamál við bæjaryfirvöld. Ég spurði Geir hvernig úthlutun á tímum í íþróttahúsum til íþróttafélagana væri háttað. Já, hún virkar þannig að Akureyrarbær úthlutar til íþróttafélagana ákveðnum tímafjölda, aðalega til þess að hugsa þannig að sá kostnaður lendi ekki á heimilunum í bænum. Þannig að félögin ævarinn voru í mannvirkjum bæjarins án endurgjalds. Og þetta tímarnir í grunninn frá 3 til 10-11 á kvöldin á virkum dögum og frá 9 til 3 helgar. Og síðan þetta þannig að það ákveðin lítill hópur sem að IBA og íþróttaráð setur saman sem að fer yfir tímana og þetta yfirleitt byggt á tímatöflu ársins á undan. Þetta mörguleit í mjög föstum skorðum. Og síðan erum við í ágætissambandi við fulltrúa félagana, yfirleitt á framkvæmdastjórana. Það sem að þeir fara í gegnum eða einhverjar nýjar og breyttar þarfir og óskir, nýjar íþróttagreinar eða mikil fjölgun eða fækkun eða slíkt. Og svo þessu púslað saman bara eftir þessum þörfum og óskum og höfum bara ákveðnum fjölda tíma að spila og allir vilja fleiri tíma. Þannig að þetta er unnið eins mikilli samvinnu og hægt við félögin. Einhver ákveðin forgangsröðun í úthlutun tíma? Nei, við erum fyrst og fremst að horfa á iðkenda fjöldan og hann sé eðlilegur. Það er að segja, í reglunum segir að ef að færri en 10 að nýta hver tíma þá skuli félagið missa þann tíma. Það er þó þannig að það er ekki hægt að kannski horfa, þetta er ekki alltaf svart og hvítt vegna svo oft þetta kannski greinar og flokkar sem að einhvern högg að sækja og það er kannski í gangi mikil vinna við að fjölga iðkendum. Og þá væri það kannski síðasti naglinn í kistuna að taka tímana af viðkomandi greinum eða flokkum. Þannig að við reynum að vinna þetta með viðkomandi, en ef þetta er langvarandi þannig að tímanir eru mjög illa nýttir, kannski 4-5 iðkendur, að þá á endanum missa menn tíman og þeir eru nýttir þá fyrir greinar eða flokkar sem eru fjölmennari. Eru íþróttafélögin farin að kalla eftir einhverjum breytingum á núverandi fyrirkomulagi, til dæmis flokkun greina í ákveðna flokka eftir stærð greinarinnar? Nei, þessi ósköp ekki komið fram. Við vorum núna að enda við ásting IBA og þetta var ekkert rætt þar. Hins vegar höfum við sjálf viljað sjá kannski og erum byrjuð að endurskoða þessar úthlutunarreglur og kannski ekki síst utanumhaldið. Þetta unnið meira minna bara í Excel-skjölum og kannski mættalega vera fagmannlegra unnið. En við höfum verið að skoða ákveðin kerfi sem halda utanum bæði óskirnar og tímafjöldan. Með tilliti til kynja og greina og allt það. Og Reykjavíkurborg að prófa nýtt svona kerfi, þetta er fyrst í veturinn þeirra og við ætlum að sjá hvernig það reynist hjá þeim. Og eins höfum við heyrt af því að næsta haust þá muni kerfi sem að félögin þekkja sem heitir Nóri, muni þeir koma inn með svona variant sem að geta fylgst með tímaúthlutunum og slíku. Og það er fullir vilji hjá okkur að taka upp eitthvað svona kerfi, þannig að það sé rafrænt og sýnilegt. En þetta kostar allt saman peninga og þetta kemur einhver tíma en spurning bara hvenær. Undir hatti IBA eru 22 íþróttafélög og öll eiga þau tilkall til æfingatíma í íþróttahúsum bæjarins. Ég spurði Geir hvort það þyrfti að bæta þá aðstöðu sem félögin hafa afnótt af. Einfalda svarið já, þetta viljum við alltaf betri aðstöðu og fleiri hús en staðan á Akureyri er náttúrulega svo að við erum með ótrúlega mikinn fjölda og mjög flott mannvirki. Við getum ekkert horft fram með því og ég held við getum verið bæjaryfirvöldum mjög þakklátt fyrir því að þau uppbyggingu sem átt sér stað hér í gegnum árin. Hins vegar kannski Akureyri sker sig úr gagnvart öðrum að hér er ótrúlegur fjöldi íþróttafélaga og íþróttagreina sem þýðir það að eftir sem að þeim fjölgar þá fær hver minni og færri tíma og þetta er svona lúxusvandamál að hér á Akureyri eru stundaðar nánast alla það greina sem stundaðar á landinu. Á meðan önnur sveitarfélög, að kannski Reykjavík undanskilinni, þá eru yfirleitt þessar greinar miklu færri. Og sveitarfélög hafa einfaldlega bara tekið það ákvörðun að fókusa bara á 2-3-4 greinar. En hér erum við með örugglega 40-50 greinar í gangi og allir vilja fá sinn tíma í húsunum og
Þannig að það ekkert eitt einfalt svar í þessari spurningu, þetta viljum við alltaf betri aðstöðu en ég held hún sé hins vegar aðstæðan í bænum frábær og það fara gríðarlegir fjármunir í rekstur þessara mannvirkja. Þannig að við getum svo sem ekki, það væri vanþakklæti að vera óánægð með aðstöðuna, en auðvitað viljum við alltaf betri aðstöðu. Nú mun Háskólinn á Akureyri bjóða upp á nám á íþróttakjörsviði innan kennaradeildarinnar frá með næsta hausti. Mun sú viðbót við háskólann koma niður á íþróttafélögunum og þrengja enn frekar að þeim hvað tíma í húsinu varðar? Já, við fögnum auðvitað þessari viðbót í háskólanum og hún hefur verið mikil lyftistöng fyrir bæinn og það bara verkefni IBA og íþróttahreyfingarinnar og fleiri að vinna saman að því að þetta muni allt saman smella. Vonandi á þetta alltaf geta gengið vel vegna þess að mannvirkin eru kannski, það má mögulega finna einhverja smugu í ákveðnum mannvirkjum á vinnutíma eða á skólatíma. Þetta eru kvöldin og helgar sem við erum alveg pökkuð og ég held að líka samvinna bara við íþróttafélögin og við ákveðna greinar við að koma þessu inn. Ég held að þetta sé bara verkefni sem við þurfum að tækla og ég held að við munum gera það með bravur en þetta verður auðvitað, það verið að þjappa ennþá meira í mannvirki sem eru þéttsettin en þetta verkefni sem ég held að við leysum.